Þetta Vættargil 19 á Akureyri og hérna búa hjónin Katrín Hermannsdóttir og Jón Magnússon. Fuglaáhugi hefur fylgt Jóni alla tíð og núna yfir háveturinn eru það smáfuglarnir sem fá alla athyglina, hvort sem að ræða fóðrun, talningar, merkingar og fleira gagnlegt. Og Jón segir að það geti vissulega verið kunst að gefa smáfuglunum. Þetta eru margar tegundir og þeir éta ekki allir það sama. Það er mismunandi, sumir éta korn, aðrir ávexti og sumir fuglar eru skordýraætur, nánast alfarið og svo er þetta allt í bland. Og ef þú ert óheppinn og hendir út einhverju rusli bara, óvöldu, þá koma mávarnir og heyrðu það, ókurmi. En ef maður setur of mikið, maður þá kannski að fóðra mýsnar, jafnvel? Já, það er mjög auðvelt að ef þú ert að fóðra niður á jörðina og eist bara einhverju korni fram á aftur á skaflana, svo snjóar yfir, þú eist meiru og svo lánar nú einhvern tímann og þá fer að taka eftir því að þú fer að sjá músaspor í kring og þeim fjölgar. Mýsnar eru mjög fundvísar á svona æti og menn sanka mjög gjarnan að þessi músum. Og svo ef þér tekst hann á fuglunum líka, þá er næsta víst að þú nær köttunum með. En hérna í kringum heimilið ykkar í Vættargilinu, þetta er nú töluverð vísindi greinilega hérna á bakvið þetta allt saman hjá ykkur og bara hugsun. Já, við erum búin að dunda við þetta fuglafstur okkar frá því 1986 að veruleg leyti og höfum náttúrulega verið að merkja og gefa og skoða og telja og hvaðina og við erum alltaf með fugla einhvers staðar í nágrenni við okkur og á öxlinni nánast. Hvað ég þarf að hafa helst í huga þegar er verið að fóðra fuglana? Það hvaða fugla viltu fóðra og viltu fóðra á alla. Ef þú ert að hugsa auðnutýlinga og snjótýlinga sem eru algengastir í görðum, allavega hér á Akureyri og reyndar mjög víða. Sérstaklega það sem eitthvað trjávöxt og svona, þar eru auðnutýlingarnir og þá er það korn og menn hafa verið með mismunandi fóður í gegnum tíðina og núna er í tísku að gefa sólblómafræ af hít með að segja. Fyrir svona 6-7 árum þá voru þetta sólblómafræ með hýði og þeim líkaði vel. Núna lítar ekki við svoleiðis og við erum búin að venja á þessi afhýttu sólblómafræ og það er víða land. En hvaða tegundur eru svona algengasta hérna í kringum ykkur? Svo er hérna hjá okkur svartrestir. Þeir eru farnir að fjölga verulega hérna á Akureyri, bara ár eftir ár. Starar á sömu svæðum og gráþrestir eru hérna. Ég er með 3 á fórum, bölvaða frekjuhunda sem að fæla eða reka aðra frá og selta sjálfan sig frekar en að hleypa öðrum í matinn. Nú, ég hef fengið hérna silkitoppur, það er svolítið krossnefi og fingur hérna í görðum. Einn mjög duglegur að sanga að sér öðruvísi fuglum, ég kalla gjarnan skrautfuglagarðinn hjá honum. Þorgils Læknir, hann er mjög duglegur að sanga að sér skrýttum fuglum, eða öðruvísi flottum fuglum. Og en þetta eru algengustu fuglarnir, sko. Svo getur ráðið svolítið, þetta kostar tíma stundum að undirbúa sig. Það tók okkur, við fórum að gróðursetja hérna kringum húsið fyrir 20 árum. Undirbúningurinn er ennþá og þá veljum við tegundir, grenitré fyrir þrestina til að fela sig í og svona. Nú við erum með birki, þar er birkifræ á haustin og reyniviður sem er hérna líka. Þrestitinn liggja í þessu fermetri öllu og svo geta svona fargestir, eða flækingar sig, farið í þetta líka. Það koma hérna glókollar, en þeir eru ekki að taka fóður hjá fólki. Þeir lifa nefnilega á skordýrum undir berkinum á trjánum, grenitrjánum.
og það er okkar minnsti fugl og hann hefur verið hérna í garðinum hjá okkur líka, sko. Vættargilið á Akureyri er líka hálfgerð rannsókna miðstöð í bílskúrnum og það er nóg að gera við að merkja fugla sem voru fangaðir í garðinum og þeir eru mældir og merktir áður en þeim er sleppt á nýja leik út í frelsið. En hver er tilgangurinn, Jón? Hann er margþættur. Við erum að merkja fuglana og það er reynt að fylgjast með útbreiðslunni. Við erum að endurheimta mjög mikið af fuglum og ná þeim sumum aftur og aftur og aftur. Við sjáum breytingar, við mælum það og kyngreinum í fyrsta skipti og vigtum og svo erum við að skoða breytingar eða verða á þessum fuglum. Snjótittlingur, fjaðrirnar, þökunnar og snjótittlingi breytast með hverju árinu á karlfuglunum, ekki á kvenfuglunum. Auðnuitillingurinn líka, hann breytist allnokkuð og svo er þetta að finnast hist og her heiminn. Það fundist auðnuitillingur hérna frá Akureyri á Skagen og Danmörku. Ég var að fá þistilfingu í hendurnar sem er sennilega flækingur í Noregi og var merkt þar og ég fékk hann í hendurnar ung stúlka sem náði henni lifandi, hún dó bara kvöldið hjá henni, hafði nú lent í einhverju hremmingum, fuglinn og en þarna þeir voru glaðir, Norðmenn, að frétta af henni, við sögum allir sorg í hjarta þegar hann var dáinn en vitandi það, fuglinn hefur sennilega komið sunnar úr Evrópu, eða gæti hafa gert það, merktur í Stavanger og fundinn hérna á Akureyri. Og svona höfum við verið að merkja marga fugla og menn eru farnir að setja loggera og senda á fuglana og nýlega búið að uppgöta til dæmis Óðinsjana, hvert hann fer til Mið-Ameríku á haustinu og þar yfir og Suður-Ameríku kemur svo í sama bollan að ári norður á Íslandi. Og ekki stendur á svarinu hjá Jóni þegar spurt er hvort þetta sé skemmtilegt áhugamál. Bara verulegt, bara virkilega gefandi og maður er alltaf að veiða eins og maður segir. Það er gamla veiðimanns eðlið sem blundar í manni en nú er maður ekkert að veiða neitt og þetta er bara gaman.